Árið 2015 var ár breytinga hjá Brunavörnum Suðurnesja, en þá var stigið stórt skref inn í framtíðina þegar rekstrarforminu var breytt í byggðasamlag, en stofnaðalar þess eru Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið Vogar. Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja er eitt 4 atvinnuslökkviliða á Íslandi. Þar er staðin vakt allan sólarhringinn og sinna Brunavarna Suðurnesja á 3.000 útkalla á hverju ári. Þar eru sjúkraflutningar stærstir og nú er svo komið að 10. hvert útkall sem sjúkrabílar Brunavarna Suðurnesja fá er í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Jón Guðlaugsson slökkviliðsstjóra. Hverju breytti það að færa rekstur Brunavarna Suðurnesja yfir í byggðasamlag? Það breytti bara öllu. Nú er þetta rekið sem eins og hvert annað fyrirtæki. Við erum komnir á góðan skrið með reksturinn að því leytinu til að uppsafna skuldir og fjárhagsvandi til margra ára og áratuga að hann var gerður upp. Sveitarfélögin tóku mjög myndarlega á því og stofnuðu þetta byggðasamlag skuldlaust og með liðlega 300 milljón króna eigið fé. Þannig að það var mikil breyting á þessu. Hvernig er svona umfang Brunavarna Suðurnesja? Hvað er þetta stór og mikil eining? Við erum með 2 slökkvistöðvar. Það er slökkvistöð hérna í Reykjanesbæ og svo í Sandgerði. Það eru í dag 42 slökkviliðsmenn. Þar af eru 25 í fullu starfi og hinir í hlutastarfi. Þetta er svona í mannskap og síðan eru við náttúrulega með bíla, tól og tæki, sjá náttúrulega brunavarnir, eldvarnareftirlit, sjúkraflutninga og sjúkraflutninga á svæðinu. Nú hefur sjúkraflutningum fjölgað mikið, bara frá árinu 2000 þegar það voru 1200 og í fyrra komnir upp í 2200 rúmlega. Er þetta bara þróunin, er þetta alltaf að aukast? Já, það má alveg segja það. Þetta er þróunin og það sem við erum að sjá á þessu ári að það stefnir í að þetta verði algjört með þetta ár. Þróunin hefur verið þannig undanfarin ára að yfir sumartíman hefur sjúkraflutningum fækkað. Það eru sumarfrí og annað og það er svona dalar aðeins yfir sumartíman. En við erum að sjá það núna með auknum fjölda ferðamanna að það er ekki fækkun yfir sumarmánuðina, jafnvel frekar fjölgun. Mér sýnist að það sé bara 10. hver sjúkrabíl, hann fari í flugstöðina? Já, það er hérna, við förum 3-4 ára eftir tíman, þá voru svona 2-3% af heildarútköllum í flugstöðina. Í fyrra voru það 9%, það sem af er þessu árið þetta komið í 10% og verður sennilega meira en það þegar sumartraffíkin er komin inn. Þannig að það er veruleg fjöldi og við getum tekið sem dæmi að þetta er sami útkallafjöldi eins og er í Garð, Sandgerði og Voga samtals. Segðu mér aðeins frá slökkviliðinu. Þetta er hópur sem er búin að vinna þetta lengi. Það er ekki mikið starfsmannavelta hjá þér. Hún er sáralítil. Þetta er sko alveg eðaldrengir allt saman sem að hérna vinna. Öflugur hópur. Meðal starfsaldur fastráðinna starfsmanna er komin yfir 16 ár. Þannig að starfsmannaveltan er sáralítil og í þessu, þegar maður segir það að þetta sé 16 ár, þá getur fólk átt að sjá því hvað það er gríðarleg reynsla sem að býr hérna baki. Og þessi starfsemi er þannig að ef að það er að eiga fullt af tólum og tækjum og bílum og húsnæði og hafa það allt mjög fínt. En ef að mannauðurinn er ekki í lagi og að mannskapurinn er ekki í lagi og reynsla sem þar er á bakvið, að þá er hitt allt eins í svirði. Þetta byggir allt á góðum mannskap.